Komið sæl og velkomin í hádegisviðtalið. Hingað til okkar komin Björgvin G. Sigurðsson, viðskiptaráðherra, sem ætlar að greina frá niðurstöðu starfshóps heimildir fjármálafyrirtækja til gjaldtöku sem kynntar voru í dag. Velkomin Björgvin. Takk fyrir það. Svo við byrjum á niðurstöðunni. Hver í raun og veru niðurstaða þessari nefndar? Það er svona þrennt, þrjú svona meginatriði sem kom út úr starfshópsins gjaldtöku fjármálastofnana. Og það sem ég mun taka til framkvæmda nú þegar, það er fyrsta lagi það að seðilgjöld heyri sögunni til. Í öðru lagi að verulegar takmarkanir verði settar á uppgreiðslugjöld, lána, og í þriðja lagi að yfirdráttarkostnaður sem slíkur verður óheimild, fittkostnaður frægi sem mikið deilt hann verður óheimild að innheimta nema að það sé skýr stoð það í samningi þíns og þíns viðskiptabanka og að yfirdráttar fjárhæðin endurspegli þá fjárhæð sem þú fórst yfir á reikningnum, þannig að það sé ekki sami yfirdráttarkostnaður við það fari yfir 500 kall og 50.000 og það sé ekki sama upphæð á milli fjármálastofnana og banka, það sé samkeppni það og vonandi í mörgum tilfellum að þá sé það bara samkomulag banka og viðskiptamanns að þó að viðkomandi fari einstöku sinnum, kannski óvart eða í einhverju tímabundnum erfiðleikum yfir, þá sé hann ekki innheimta sérstök gjöld fyrir það, heldur sé þetta bara partur af viðskiptasambandinu. Uppgreiðslugjöld verða óheimil á lán, á breytilegu vöxtum sem eru á lán sem sagt á höfuðstól sem eru undir 50 milljónir króna. Þannig að það eru verulega takmarkanir settar á það og svo munum við skoða í framhaldinu aðra lánaflokka, sem sagt lengri tíma lán, hærri upphæðir og svo framvegis. Og það sem kannski vekur mesta athygli að það hefur oft verið deilt það hvort að fjármálastofnanir hafi heimild til að innheimta seðilgjöld. Niðurstaða nefndarinnar er það að svo sé ekki, þó að megi kannski túlka það svona með ýmsum hætti og það er svo niðurstaða sem að ég tek og ég túlka lögin með þessum hætti að sá sem veiti þjónustuna skuli bera kostnaðinn af því að innheimta greiðsluna fyrir hana. Þannig að það liggur fyrir lögum að þeir megi ekki innheimta svona fyrir... Já, það er mitt mat og niðurstaða nefndarinnar. Og það er líka stendur skýrt hérna í 37. grein. Nákvæmlega, þannig að gjaldtaka fjármálastofnana og banka, ramminn í kringum hana sé alveg skýr, leikreglurnar séu ljósar og það sé ekki deilt það hvort að bankarnir hafi heimildir til að innheimta eitthvað eða ekki, sem er náttúrulega bagalegt fyrir þá og afleitt fyrir neytendur ef að þú telur þið vera að borga gjöld sem að þér ber ekki að borga. Þannig að það sé allt mjög skýr rammi utan það. En ef lagagreinin er skýr, þessi sem megi ekki innheimta seðilgjöld og annað, hafa fjármálafyrirtæki þá verið að brjóta lög, hreinlega? Já, túlkun á greininni hefur verið með þeim hætti að það hefur verið talið að hún lagaheimildin rúmi heimild til að innheimta seðilgjöld og svo hefur þetta þróast. Á síðustu árum þá hefur við séð þetta verða að svona normi. Að þú veit að hvort sem þú fær 5 seðla, 10 eða 15 eins og kannski sum heimili, þú ert að borga kannski 300-400 krónur af hverjum seðli. Þetta að loku verða upphæðir upp á 30, 40, 50.000 á ári, það er náttúrulega fyrir eftir hvað einstaklingur fær marga seðla, því að flestir, bæði opinberar stofnanir og flest fyrirtæki eru farin að fela bönkunum að innheimta fyrir sig með þessum hætti. Þannig að þetta eru fyrir utan að vera gjaldtaka sem stenst ekki lög og á ekki rétt á sér, og þetta verulega fjárhæðir sem velt yfir á þig sem kaupanda þjónustunar og þessu tengt og ég kynnti þarna, þá hef ég lagt fram lagafrumvarp á Alþingi sem að veitir viðskiptaráðherra heimild til að takmarka og setja þak á innheimtu kostnað, innheimtu fyrirtækja á kröfur. Það tengist þessu líka að partur af erindisbréfi nefndarinnar, en við unnum það svona til hliðar við það og lögðum fram sérstakt lagafrumvarp það núna í haust sem farið í gegnum ríkisstjórn og stjórnarflokkana. En ef við byrjum bara að tökum lið fyrir lið, seðilgjöld munu þá heyra sögunni til frá og með hvaða degi? Já, frá og með í rauninni þessari stundu í sjálfu sér. Það gefst bönkum og fjármála... Þannig að öll fyrirtæki, opinber eða einkarekin, þau verða að leggja niður seðilgjöld? Já, verða að leggja niður seðilgjöld. Og það eru engar undantekningar það? Já, ef að þau eru brúku, þá eru það algjörur undantekningar og sérstakt samningsatrið á milli neytandans og bankans og svo framvegis. En er ekki hægt á að fyrirtæki misnoti það og setji þá bara klausu í samningana sem gerir þeim kleift að halda áfram innheimtu? Þetta er gríðarlega tekið. Já, þetta eru upphæðir. Nei, ég hef ekki trú á því og við munum fylgjast grannt með því. Neytendastofa fær það hlutverk frá
viðskiptaráðuneytinu núna fylgjast vel með framkvæmd þessara niðurstaðna þarna og eftirfylgni með því öllu saman, þannig að ég hef fulla trú á því að fjármálastofnanir og fyrirtæki vilji taka þátt í þessu og samtök fjármálafyrirtækja voru með í starfshópnum og við lögðum ekki upp úr því að kalla alla að borðinu, fjármálaeftirlitið og svo framvegis. Verða einhver viðurlög við því ef að fyrirtæki halda áfram að rukka en siðareglum? Já, auðvitað gæti það enda bara í dómsmáli og svo framvegis, þannig að þeir tæki við því. Við skaðabótaskylda bara. Já, það augljóslega þá lögbrot að ræða eftir að þetta liggur fyrir og tilmælin hafi verið gefin út af viðskiptaráðuneytinu, en ég hef fulla trú á því að bæði bankar og fyrirtækin taki þátt í þessu og fjármálafyrirtækin unnu mikið og gott starf í þessari nefnd og miklum krafti og komu að þessu borði með það markmið að allar þessar heimildir væru ljósar. Það sem væri bannað, það væri þá bara skýrt og rammin utanum gjaldtöku fjármálastofnana væri alveg augljós og til dæmis með uppgreiðslugjöldin að áhættan af lántökunni og mögulegri uppgreiðslu væri þá beggja bæði bankans og neytandans en henni var ekki velt yfir á þig sem lántakanda í óeðlilegu mæli. Með uppgreiðsluna, ef einstaklingur er með 2 milljóna króna skuldabréf og vill greiða það upp, þá getur hann það án þess að þurfa nokkuð að greiða umfram það. Já. Bara þá getur hann bara óskað eftir því að fá... Og þið miðað við ákveðna upphæð? Við setjum 50 milljón króna þak, þannig að segjum að til að setja eitthvað þak, eitthvað svona sem er talið kannski upphæð sem að flest lán á breytilegum vöxtum, svona neytendalán eru undir þeirra upphæð. Segjum að þú hafi tekið lán upp á 47 milljónir, það sé höfuðstóllinn, búin að borga því í nokkur ár, það standi núna í 43 milljónum, en ákveður núna að greiða það upp. Þú hafi fengið betri fjármögnun annar staðar, lottóvinning eða tekið lán einhver staðar og þannig að aðstæði þínar hafi breyst og þú ætlir að borga upp lánið. Þá getur þú labbað inn í bankan núna og greitt lánið upp án þess að það falli sjálfkrafa til dæmis 2% eða 3% uppgreiðslugjald ónar sem eru náttúrulega verulegi fjármunir, þannig að það er megin breyting. Og þetta á við íbúðalán eða skuldabréf, verða þetta öll lán á breytilegum vöxtum? Á breytilegum vöxtum, ekki, þar sem sagt drófum við línan núna, svo skoðum við aðra lánaflokka í framhaldinu. Hvaða lán er það þá sem fólk getur ekki greitt upp? Já, lán sem er annarkot yfir þessari upp að 50 milljónir eða lán sem er á föstum vöxtum. Þannig að þetta eru bara margir lánaflokkar og margt sem hefur staðið okkur til boða sem neytendum síðustu árin sem betur fer. Þannig að svo munum við skoða aðra lánaflokka í framhaldinu. Hvað er þetta miklar upphæðir? Við erum að tala með einstaklingum kannski með 2 milljónir. Hvað er hann að greiða umfram núna með þessu uppgreiðslugjaldi? Já, það er náttúrulega breytilegt eftir lánum en það getur svo sem hver og eitt reiknað það. Það var miðað við 2%, er það ekki fast uppgreiðslugjald? Jú, fast uppgreiðslugjald og svo getur það reiknað út eftir hvort þú ert að greiða 1 milljón eða 49 milljónir, þannig að það er 2% af því, þannig að það eru 100.000 að geta verið sem skipta sjálfsögðu máli. Fittkostnaður, þetta er mjög óvinsæll kostnaður. Já, hann er óvinsæll og kemur oft illa niður á fólk að sumir fara yfir á kortinu. Skiptir ekki máli þú farið 300 krónur yfir eða 300.000 krónur yfir? Og hvort þú kannski farið 10 sinnum yfir smá upphæði einhverju verslunarferða því að þú gerðir ekki grein fyrir því að það væri ekki búið að millifæra á reikningiðin eða yfirdráttarheimildi falli niður eða eitthvað sem orsaka það að þú átt ekki innistæðu núna. En hvernig verður þessu breytt? Þá ert þú rukkað sem sagt það í hver einustu færslu fast gjald sem er sama hjá öllum bönkum og óháð upphæð. Meginbreytingin núna er svo að innheimtugjöld, yfirdráttarkostnaður verður óheimill nema að það verður samið sérstaklega það milli þín og bankans og þá verður bankinn að segja við þig og sýna þig fram á það og semja það. Ef þú fer yfir 500 kall, þá er kostnaðurinn þessi. Ef þú fer yfir, segjum þú fer kannski yfir 5 sinnum í röðum smá upp þá sjáu bankinn sér hagið því að reyna að fá þig sem viðskiptavin með því að segja að þá borgar bara einu sinni og eitthvað þetta. Og í öðru lagi verður upphæðin að endurspegla þá upphæð sem að farið yfir á. Það sé sem sagt gjörólíkur kostnaði við það að fara yfir 500 kall eða 50.000. Þannig að upphæðin sé hófleg yfirdráttar kostnaðurinn hann sé samið á milli þín og bankans og hann endurspegli upphæðina sem að farið yfir á. Þannig að það verður algjör megin breyting á fyrirkomulagi yfirdráttargjald eða fittkostnaðs eftir þetta.
En þá þar þurfum við að breyta lögum. Já, neytendalögin, já. Lagabreytingu. Það lagabreytingu með þetta. Það er nú lengi verið deilt lögmæti þessarar innheimtu, þitt kostnaðar, að þau í rauninni eigi ekki við rafræna kerfið eins og það átti við tékkakerfið gamla. Er ekki bara kominn tími til að breyta þessu alveg? Jú, við erum í rauninni að breyta þessu alveg gaggjart, þannig að hvort sem þú notar tékka, sem að kannski fæstir gerir í dag. Gamla reglur að gilda nýja hluti? Já, eða svona gömul hugtök og heiti við nýja hluti, sko. Við erum öllum að setja hérna heildstæða löggjöf greiðslumiðla almennt, að því að flestir náttúrulega nota orðið rafræna greiðslumir, ætla að sé ekki ykkur 80% af greiðslumiðlun á Íslandi sé rafrænt og verður ábyggilega nánast alfarið eftir nokkur ár, þannig að við þurfum að breyta þessu þannig og eins og ég segi í þessu að Fjármálastofnun þá heimilt að krefja þig yfirdráttarkostnað ef að það var partur af skilmálunum sem þið gerðuð. Hann má það ekki sjálfkrafa, þá var það bara bannað, blátt bannlagt við því. En getur þá ekki fyrirtæki misnotað sér bara aðstöðu sína og setta í alla viðskiptasamninga sem þeir eiga? Nei, það samkeppnin á að koma líka í veg fyrir það að þú veluði banka og þá undirritar þú það að það sé í skilmálum að yfirdráttarkostnaður sé þessi, þessi og þessi og bankarnir sjá sér að sjálfsögðu hagi því að hafa það breytilegt og reyna að laða til sín viðskiptavini eins og flestir reyna að gera núna strax þegar fólk verður unglingar eða verða fjárráða. Þannig að ég hef ekki áhyggjur af því og það er þá þróun sem við bara fylgjumst grannt með. Allavega yfirdráttarkostnaðurinn í þeirri mynd sem við þekkjum núna heyrir líka sögunni til. Hann er bannaður nema sér sami sérstaklega um hann og hann verður að vera hóflegur og endurspegla upphæðina sem að fari var yfir á Og Neytendastofa mun fylgjast með framkvæmd þessara mála? Neytendastofa fær það hlutverk sem hún hefur að fylgjast með framkvæmd þessara hluta að því að við ætlum að grípa til þessara aðgerða nú þegar. Tilmælin seðilgjöldin heyrir sögunni til verða gefin út núna og lagabreytingarnar með neytendalögin kom inn á þingi núna bara næstu dögum eða vikum, þingi byrjar núna eftir viku. Þannig að þetta kemur allt til framkvæmdar núna og þessi kynning í dag og þessar aðgerðir sem við erum að grípa núna til eru fyrsta skrefið í langri leið í neytendamálum eins og við kynntum núna á haustdögum. Þetta eru aðgerðirnar, þá töluðum við Þá vil ég nú rukka þau eitt, þá eru stimpilgjöldin. Hvenær verða þau lögð niður? Eins og fjármálaráðherra sagði í fréttum núna fyrir nokkrum dögum að þá að skapast núna svigrúm til að fara í þær aðgerðir. Bæði ég og fjármálaráðherra sögðum það hérna fyrir áramót að það væri ekki viturlegt að afnema stimpilgjöldin meðan að verð á íbúðarhúsnæði væri í mikilli þenslu og það væri mikill vöxtur á því að þá er hætt á því að fyrst að lítið ennþá frekar undir þensluna og afná stimpilgjaldana hyrfi bara inn í húsnæðisverðið, það verður erfitt að fylgjast með því. Þannig að rétta svigrúmi þegar einhvers konar kyrrstaða á fasteignamarkaði eða jafnvel sveiflu niður á við að lækka fasteignagjöldin. Já, það er líka auðveldara að fylgjast með því að stimpilgjaldalækkunin skili sér til þín sem húsnæðiskaupanda en fari ekki beint inn í fasteignaverðið sem að æðir kannski upp nokkur prósent á mánuði eins og búið að vera á síðustu misserum, sérstaklega hérna á Suðvesturhorninu, Suðurlandi og Vesturlandi. Þannig að réttu aðstæðurnar til að afnema stimpilgjöldin eru að skapast vonandi núna. Það er bundið í stjórnarsáttmálum okkar að stimpilgjöldin verði afnumin í skrefum ef þess þarf þegar að gott svigrúm er efnahagslega til að gera það og vonandi er það að skapast á þessu ári. Þannig að ég tek mig undir með fjármálaráðherra að það svigrúm gæti verið að skapast núna. Takk fyrir þetta, Björgvin. Við segjum þetta. Gott. Hádegisviðtalinu er lokið en við minnum á fréttir klukkan 6:30. Verðið sæl.